Komið þið sæl og verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Ég heiti Ólafur Stephensen og framkvæmdastjóri FA. Þessa dagana fæ ég til mín í Kaffikrókinn stjórnmálamenn sem skýra stefnu sinna flokka hvað varðar atvinnulífið og fyrirtækin, ekki síst þessi minni og meðalstóru sem við tölum einna helst fyrir hérna í FA. Gestur minn í dag Hanna Katrín Friðriksson, frambjóðandi Viðreisnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður, það ekki mun rétt munað? Jú, rétt. Vertu velkomin. Takk fyrir kærlega, gott að vera hérna. Já, þú ert ekkert alveg ný hérna, sko. Þú kemur úr atvinnulífinu. Já. Þú varst framkvæmdastjóri hjá einum af félagsmönnum FA. Akkurat. Þú átt að vita hvað við erum að hugsa. Ég á að vita það og tel mig vita það. Og þá næsta spurning, sko, hvað eru atvinnurekendur að tala þegar þú hittir þá í kosningabaráttinu og hvað segist þið Viðreisn ætla að gera til að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækina ef þeir komast í stjórn? Atvinnurekendur eru í sjálfu sér að tala núna rétt eins og fólk sem rekur heimili stöðu efnahagsmála, vexti og verðbólgu. Þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli fyrir alla aðila, fyrir skuldsett fyrirtæki, fyrir fyrirtæki sem eru að selja vöru sínu og þjónustu, þá bara þetta jafnvægi í rekstri, það hefur verið ansi erfitt mjög lengi. Þannig að það liggur á mörgum. Við finnum líka fyrir ákveðnum ótta, ótta yfir þeim möguleikum að sú leið verið farin til að ná tökum á rekstri ríkissjóðs til þess að ná niður verðbólgu, viðvarandi ná henni niður og vöxtum í eðlilegt horf, eins eðlilegt og það getur verið með okkar gjaldmiðil. Að ná ákveðnum stöðuleika, það verið farin sú leið að afla ríkissjóðum tekna til að draga úr hallarekstri með því að auka álögur á fyrirtækjum. Það annað. Og síðan þetta sem svona ákveðin bara stöðugleiki og fyrirsjáanleiki í rekstri sem hlýst af þessu tvennu, óstöðu efnahagsumhverfi og svona einhverju óvissu það hvað verður í framhaldi kosninga þessi atriði. Þetta eru stóru málin þegar við tölum við fyrirtækjarekendur. Sko, þú erum búin að liggja þessi yfir stefnun ykkar. Þið segja einmitt að það hafa rekstrarumhverfi, til dæmis varðandi leyfisveitingar og opinbert eftirlit sem minnst íþyngjandi. Samt sé ekki betur en að þið haldið til streitu gömlu Viðreisnarmáli frá því að þið voru í ríkisstjórn voðastutt lagaskyldu til jafnlaunavottunar með fyrirtæki sem eru með fleiri en 25 starfsmenn. Akkurat. Og við höfum alveg talið jafnlaunavottunina sem slíka gagnlega, sko. En við lögðumst gegn því á niður lagaskylda og reynslan á þessum 7 árum sem eru liðin eiginlega svo að þeir sem voru jákvæðir gagnvart henni í upphafi það bara alls ekki lengur. Akkurat. Og ég leyfi mér bara að fullyrða að til dæmis stjórnendur í fyrirtækjum með svona 25 til 100 starfsmenn eru konum með gjörsamlega upp í kók af jafnlaunavottunarferlinu sem ábæðslega mikil skriffinnska, tekur ofsalega mikil tíma og svo eru fattar að koma inn sko rannsóknir, bara á akademískar rannsóknir sem að sýna fram á að það breytir engu. Það engin munur á launamununum sko í fyrirtækjum sem að eru með vottunina og hinn. Þannig að spurningin ætlið áfram að halda þessu streitu. Sko, fyrst kannski ekki með akademíska, því ég nú líka sé kannanir sem sína dagsstæða, sko. Þannig að það eru líka aðilar sem eru að sína fram á þetta hafi skipt máli. Stóra máli þetta. Ég held að allir geti verið saman það að kynbundin launamunur á ekki verið til staðar. Og sá litli hluti sem eftir varð, sem svokallar óútskýrður, það þarf að vinna á honum með öllum leiðum. Jafnlaunavottunin kemur, svo ég fara aðeins aftur í söguna, kemur inn á borð til okkar í Viðreisn, þegar við erum eiginlega nýstofnuð, eða bara í stofnunarferlinu, svo má segja, vegna áhersluna okkar á jafnréttismál almennt. Og við höfum, ég held að alveg óhætt að segja að við séum flokkur sem höfum áherslu á þessi mál í sínum víðasta skilningi bara inn í DNA-inu okkar. Þannig að jafnlaunavottunin kemur inn frá aðilum vinnumarkaðsins, SA og öðrum og við tökum þetta til skoðunar og þetta fer inn í stjórnarsáttmála þegar við myndum ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Bjartri framtíð, fer síðan sitt ferli, verður lagasetningu með yfirgnæfandi stöðunni þingsins. Síðan hefur málið ekki verið endurskoðað inn á þingi og það auðvitað eðlilegt að gera það algjörlega óháð allri
gagnrýni í sjálfu sér og þó auðvitað hún að hafa stýra för líka, en eðlilegt að skoða og það það þessi tvö atriði, það annars vegar stærðartakmörkunin á skylduna og síðan hins vegar hvort þetta eigi alveg að vera valkvætt yfir höfuð. Það líka að koma sko EES-reglur sem eru mjög sambærilegar. Það sé ég ætla að koma inn í. Hvort þetta eigi að vera valkvætt yfir höfuð, hvort við komum það langt að fyrirtæki að segja þetta skilar slíkum árangri að við munum nýta okkur þetta þegar við erum að laða á okkur besta starfskraftin, þannig að nú getum við bara nýtt okkur það og munum gera það áfram þó þetta sé ekki slík lagaskylda. Síðan bætist við þetta að Evrópusambandið að tilkynna tilskipun sem heitir Payroll Report, eitthvað svoleiðis, sem að kveður á gegnsæis tilskipuningu. Já, þetta kveður á upplýsingaskyldu og gegnsæi en án þessara vottunarskyldu sem að ég heyri að það sem að fyrirtækjum þykir íþyngjandi. Þetta tilskipun sem nær til fyrirtækja með fleiri en 100 starfsmenn, en til dæmis bara því ég þekki til að vettvangi Norðurlandaráðs Svíar ætla að taka þetta upp og hafa þetta fyrir skyldu fyrir fyrirtækja með fleiri en 10 starfsmenn. Þannig að þetta eitthvað sem að myndi tæki Ísland þetta upp, komið staðin fyrir jafnlaunavottun og mér sýnist á öllu að þarna séu markmiðum náð ákveðnu leyti en að einhverju leyti léttari fyrir fyrirtæki en að samaskapi meiri kröfur upplýsingagjöf. Ég held til dæmis að þetta fel í sér að þú þurfur að tilkynna laun við auglýsingu starfa og svona og það alveg spurning hvort að menn vilji það frekar. Stóra svari hér við ætlum ekki að hvika frá þessu markmiði. Ef það hægt að gera þetta á einhvern nátt minna íþyngjandi fyrir fyrirtæki, þá sjálfsögðu það skoðað. Það hefur bara ekki verið gert í tíð fráfarandi ríkisstjórnar í 7 ár, en Viðreisn sannarlega tilbúin til þess eins og með önnur mál. Sko, þú nefndir skattana og réttláta og hóflega skattlagningu eins og það orðað í stefnunni ykkar. Já. Og þegar það áhyggjur að því að sumir vilja hækka skatta, en viljið þið lækka? Hvað þýðir réttláta og hóflega skattlagning í tilviki fyrirtækja? Já, aftur erum við kannski komin á þar stað að við höfum sagt að það sé óvarlegt að tala ákveðna skattbreytinga til lækkunar akkurat núna í þessu efnahagsástandi. Stóra málið að ná böndum á rekstur ríkissjóðs og hætta, og ég ætla ekki einu sinni að segja að draga úr, heldur bara stöðva þennan viðvarandi hallarekstur frá ári til árs, og þetta var orðin hallarekstur fyrir COVID, þetta jókst í COVID og það dró ekki úr honum eftir COVID. Þannig að það bara stóra málið og við erum með ýmsar leiðir til þess að lækka skuldirnar. Það að draga úr hallarekstri felur í sér að við þurfum að fara út í ákveðnar aðhaldsaðgerðir og það hægt að gera það eins að vera að tala niðurskurð og okkar mikilvægastu samfélagsþjónustu, en akkurat núna þá telum við óábyrgt að lofa skattalækkunum strax, en það klárlega markmið vegna þess að það eru mjög háar álögur á atvinnurekstri. Þannig að ekki hækkanir og kannski lækkanir. Já, ef að við verðum í þeirri stöðu að stýra för með ábyrga efnahagsstjórn, þá get ég sagt skattalækkanir, en að öðru leyti þá það fjarlægur draumur í ljósi núverandi stöðu efnahagsmála. Þið talið mikið evruna. Já. Og það mjög satt að segja skiptar skoðanir meðal okkar félagsmanna, skiptist eiginlega í svona 2 álíka stóra hópa hér samkvæmt könnunum okkar, eða hvort að fyrirtækin telja að krónan sé góð hugmynd til framtíðar eða hvort að Íslandi eigi að taka upp evru. Og þeir eru náttúrulega sá flokkur sem leggur mesta áherslu á fulla aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru og segja að það myndi auka stöðuleika, lækka vexti, bæta viðskiptakjör. En svo eru margir sem að segja að þið sláðu þessu bara fram sem ykkur patentlaust. Þetta tekur mörg ár og það staðreynd ekki satt. Til að taka upp evru þá þarf að vera í Evrópusambandinu, það þarf að halda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að halda viðræðum áfram, svo þarf að fara fram viðræður, svo þarf að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Svo þarf Ísland að ná þeim árangri til þess að mega taka upp evru, að vextir séu þannig lágir, að verðbólgan séu þannig lág, að gengi sér stöðugt og sko spurningin kannski hvernig á allt sem þarf að gerast áður en evran verður tekin upp, hvernig á það að gerast? Þegar þið talið ekkert það. Jú, við tölum það. Þetta ekki rétt. Við tölum það. En við höfum hins vegar sagt á sama tíma og við erum með lausnir til að bregðast við bráðavanda, því þetta bráðavandi sem heimil og mörg fyrirtæki standa fram fyrir núna og ríkissjóður, ef út í það farið, þá verðum við að hafa einhverja sýn. Þannig að við getum ekki á 10-15 ára fresti boðið heimilum og fyrirtækjum landsins upp á þessar risasveiflur sem gjaldmiðillinn orsakar. Þannig að við verðum, og ég held að fólk
kjósendur, fólk, heimili, fyrirtæki, þau verða líka að geta gert þær kröfur til stjórnmálaflokka að þeir hafi plan til skemmri og lengri tíma. Evrópusambandið lengri tíma planið okkar, en hugsaðu nú hvar við værum stöddu 2016, það gengið eftir, þegar við komum fyrst fram á sjónarsviðið. Rétt, við viljum að þjóðin fá að hafa það að segja hvort það verið að halda áfram aðildarviðræðum, komið niðurstaða, skoðanakannanir sína núna að það meiri hluti fyrir slíku, fólk vil fá að segja já eða nei. Og síðan eftir útkomið því fer það bara sinn gang og það heldur áfram til lengri tíma. Verði niðurstaðan já og það færði þetta ferli sem að þú varst að lýsa hér, þá mun það strax hafa ákveðin áhrif á aga sem við munum þurfa að sýna og það hafa dæmi frá öðrum löndum sem sóttu aðild að Evrópusambandinu og farið gegnum margra ára ferli að þetta hefur strax áhrif á ákveðna agaða stjórnunarhætti þegar kemur að stjórn efnahagsmála. En við, ég hef sagt það hérna að við viljum að sé tekin til í rekstri ríkissjóðs. Eitt af því sem að við höfum talað og nú veit ég eitthvað sem að mörg fyrirtækja í þínu félagi hafa skýra skoðun á, það þessi tekið til í innkaupi ríkisins. Að það séu agaðri viðbrögð þar, við hlítum lögum og reglum, það sé gegnsæi því hvernig fari þessa hluti og ég get fullyrt og ég get bæði fullyrt það hérna úr mínu fyrra lífi í atvinnurekstri og síðan hér sem stjórnmálamaður að það mun spara ríkinu alveg gríðarlega fjárhæðir. Fyrir utan það að veita atvinnulífinu ákveðna innspýtingu af því það bara og bara tryggja samkeppni. Akkúrat, og það ákveðin innspýting, þannig að það eitt. Það þarf að fækka og sameina stofnanir. Það ekkert alltaf sársaukalaust en útgangspunkturinn auðvitað alltaf að við verjum þjónustuna sem veitt og við vitum alveg af slíku stofnunum og fyrirtækjum undir hatti ríkisins sem hægt að taka á svona tiltölulega hratt. Eins og þú veist, við erum alltaf að tala ráðuneyti en hvert einasta ráðuneyti með fleiri undirstofnanir þar sem oft á tíðum yfirhatturinn fjölmennari en þau sem að undir koma og þetta þarf lagabreytingar stundum en þetta bara gríðarlegt reglugerða fargan sem fylgir þessu og frumskógurinn sem líka fyrir fólk til viðbótar við sparnaðinum, frumskógurinn sem fólk sem þarf að þjónustu að halda þarf að leita til, þetta verður bara svo flókir og fyrir að bera sig sjálft. Síðan það og náttúrulega auðvitað það hérna og ég ætla bara að segja að við tölum oft þetta og þetta ekki stórt í henni stóru mynd en bara fækkun ráðuneyta. Þetta gríðarlega kostnaður en þarna líka tónninn sleginn svolítið. Svo það annað að því við þurfum að lækka skuldir ríkissjóðs til að lækka vaxtakostnaðinn og þegar við erum komin að þá stöðu þá teljum við einfaldlega að það getur varla snúist pólitíska hugmyndafræði heldur bara einfaldlega nauðsyn að losa ákveðnar eigur ríkisins. Það pólitísk hugmyndafræði hvort að ríkið á að vera eigandi banka. Við erum þeirra skoðun að við eigum ekki að vera það. Við getum alveg samþykkt að við eigum einhver kjölfestu fjárfestir eða fjárfestir í einu bankanum, Landsbankanum, annað á bara að losa og ég hafna því bara að þetta sé ekki hægt að gera á gegnsæn og almennlegan hátt. Það bara rugl, En það eru fleiri svona eigur til. Ríkið liggur líka á löndum, bæði innan höfuðborgarsvæðisins og utan, sem við eigum bara að losa okkur við, koma í verð og þokkabót getur það flýtt fyrir uppbyggingu húsnæðis. Þannig að það eru fjölmargar leiðir til, en síðan það bara þetta, fara í gagngera skoðun á því hvernig við notum peningana og fara í innkaupin, hvaða fjárfestingar og svo hefur við bara að stoppa þessa viðurkenningu á því að allar áætlanir fari mörg 100% fram úr sér. Það ekkert lögmál, en við erum á góðri leið með að búa til lögmál úr því, þetta þarf ekki að vera svona. Það bara þannig. Þannig að það eru fjölmörg tækifæri til og við erum algjörlega meðvituð það að þetta stóra máli núna til viðbótar við það að vinna á biðlistum heilbrigðiskerfinu. Það bara þetta sem fólk að hugsa núna, fólk og fyrirtæki og við erum með lausnir við því en þetta hangir sama við framtíða músíkina vegna svo leið og við náum tökum á þessu þá erum við betur í stakk búin til þess að aga okkur þannig að við getum tekið upp nýjan gjaldmiðil. Við getum það ekki í dag. Við erum bara stjórnlaus í efnahagsmálum. Þú talar aðhald og uppstokkun í ríkisfjármálunum og ríkisrekstrinum, sameiningu stofnana og annað slíkt. Gerist þetta án þess að það sé gerður dálítið duglegur uppskurður á lögunum réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna? Einmitt. Forstöðumenn ríkisstofnana sem ég tala við svona prívat segja bara það ekki hægt að reka þessar stofnanir almennilega og það
alls ekki hægt að verða við hagræðingarkröfu og það er mjög erfitt að saminast af því að það má aldrei segja nokkrum mann upp. Þetta er klálega hluta af málinu. Það eru auðvitað til, ég meina við sameiningar stofnana og annað slíkt, þá losnar þennan möguleika, en það er sennilega þannig að það þarf að fara ofan í þetta. Það er svo langt síðan ég hef verið að skoða akkurat þennan hluta, en það er alveg rétt. Ég meina þetta nátengdi auðvitað. Við höfum bara séð það til dæmis og maður talar ekki að neinni léttúð fækkun starfa, en við höfum séð það í þar örfáskipti sem farið hefur verið í sameiningar stofnana. Það er eiginlega bara eitt ráðuneyti sem hefur gert það og það er umhverfis- og orkumála heitir það ekki. Umhverfis- og orkumálaráðuneyti, þar sem eru fjölmargar stofnanir undir, en þar var nefnt einn útgangspunkturinn að ekki skyldi fækka starfsfólki. Og nú hef ég bara ekki nægilega einsýn akkurat í störfin til að átta mig á því hvort hver einasti starfsmaður þar er nauðsynlegur. Kannski er það svo, að því verkefninu eru ærin, en engan síður þá fylgir þetta auðvitað hlutum að ef við ætlum að taka til þá þarf að fara með mjög gagnrýnum hætti ofan í þessi mál. Stóra, svo ég gæti fullra sanngirni auðvitað sem ég vil gera, er að stór hluti af þessum kostnaði í þessum kerfum er auðvitað launakostnaður í velferðarkerfinu okkar og þar vantar stundum frekar upp á ef annað, þannig að þetta er kannski ekki augljósasti sparnaðar þátturinn, en það er að segja þar í þessum velferðarkerfunum og menntakerfunum. Stjórnsýslan hins vegar blæs út. Já. Og sko okkar félagsmenn eru að kvarta mikið undan því að þeir séu bara ekki samkeppnishæfur lengur við ráðuneyti og ríkisstofnanir starfsfólk vegna þess að kjörin eru betri og réttindin svona líka dæmalist hugguleg. Vinnum við kannski styttir og svo svona. Ég man eftir því. Þannig að þetta er og þannig erum við náttúrulega komin inn í kjarasamninga og annað slíkt sko, en þess vegna höfum við bara talað að ef við ætlum að ná tökum á þessu, þá væri eftirsóknarvert í okkar litla samfélagi að við næðum svona þjóðarsátt. Það hefur gerst alveg að ná saman aðilum vinnumarkaðsins, stjórnvöldum og sveitarfélögum til að fara ofan í þetta, hvernig náum við að því það Þú tölum um það, þið talum um bætt vinnubrögð á vinnumarkaði, hvað þýðir það? Það þýðir nákvæmlega þetta, að ná saman samtalinu, það er bara svo oft þar sem að við erum að í einhverju samkeppni, þar sem að útgangspunkturinn er einhver vinnur og þá tapar einhver annar. En raunin er svo að þegar upp í staði þá er alltaf samfélagið, þá er alltaf kjósendur, þá eru skattgreiðendur sem tapa. Nú segi ég kjósendur í meiri kosningabortu, það eru skattgreiðendur sem tapa þegar upp í staði. Þetta er nú sama hólk. Hvort það er í formi heimilistekna eða fyrirtækja. Þannig að þessi þjóðarsátt er bara svo mikilvæg. Það vill enginn, þessar endalausu sveiflur, það vill enginn að við séum í hærra lagi í skattgreiðslum en samt erum við að upplifa að svo víða í kerfinu er pottur brotinn, biðlistar í heilbrigðiskerfinu, óróleiki í menntakerfinu, helstu stéttirnar okkar í öllum umönnunargeirun eru undirborgaðar og vilja fá endurskoðun á því. Þú veist, við hljótum, við erum auðugt land, þetta er of flókið hjá okkur og kerfið er bara svo illviðráðanlegt fyrir breytingar, þá sem vilja breytingar. Þetta er líka ný vinnubrögð í landbúnaðinum, minni miðstýringu, meira frelsi og líka meiri innri samkeppni í greininni. Þýðir það að þeim til dæmis beitingu fyrir afnámi undanþágunar fyrir kjötiðnaðinn frá samkeppnislögum sem var samþykkt í vor og kannski líka undanþágunar fyrir mjólkuriðnaðinn? Já, við myndum vilja sjá þessar undanþágur hverfa. Það eru engin rök fyrir því út frá sjónarhóli neytenda, út frá sjónarhóli skattgreiðenda, út frá sjónarhóli fyrirtæki sem er að berjast á þessum markaði og eftir því sem við best fáum séð þá eru bændur einfaldlega heldur ekkert að ríða feitum hesti frá þessum undanþágum. Það er bara staðan og ef við getum ekki byggt hér upp samfélag þar sem mikilvægur atvinnurekstur eins og landbúnaður fær að þrífast á þess bókstaflega að kippa samkeppnislögum úr sambandi þar sem við afnemum bann við samráði og undanþágu við samkeppnislögum, þá er eitthvað mikið að hjá okkur. En þetta fór í gegn, þessi undanþágu sem þú ert að vísa í með kjötiðnaðinn á einhvern mjög sérkennilegan hátt síðastliðið vor. Og mér finnst nú stundu þegar ég er að ræða þetta við kollega mína úr meirihlutanum, þetta var samþykkt af hálfu Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks, Vinstri grænna og Miðflokks,
að þá séu fráfarandi stjórnarflokkarnir þrír að minnsta kosti margir á harðarhlaupum undan þessu og einhvern veginn sverja þetta af sér, ekki allir vissulega, en þetta virðist að fara í gegn eins og eitthvað slys og þá eru kannski komin að því, ef ég má, fara aðeins í pólitíkin og stjórnar samstarf, að þetta ein afleiðingin af því þegar að svona margt ólíki flokkar mynda með þessi samstarf sem að maður átti að segja ekki á því hvað snerist annað en stólana sjálfa gefast einhvern veginn upp á því að ná einhverju sameiginlegri sýn og þá bara fer hver og einn sínum fram eins og hún listir og allir hinir styðja í ljósi þess einhvern veginn að fá þá næsta stuðning þegar þau gera eitthvað annað og þetta er óboðlegt fyrir almenning. Við heldum að þessi samkeppnisvanda þá að vera kjötin að en væri mál Framsóknar. Svo kom Sigurður Ingi hér í þennan stól og var farin að hafa efasemdir þetta og taldi að það hefði mögulega verið gengið of langt. Svo settist Bjarni Benediktsson í stólinn og við eiginlega hnakk rifumst hér í kaffikróknum því að hann varði þetta mjög eindreið. Við rifumst líka annað mál sem að tengist nú því sem að þú varst að tala um fyrirsjáanleika í rekstrarumhverfi fyrirtækja. Mál sem að hefur komið upp í fréttum á og til undanfarin ár tollflokkun og pizzaostins eins spennandi að það hljómar. En þar var sem sagt fjármálaráðuneytið beinlínis að beita sér fyrir því í þágu mjólkursamsölunar að skatturinn breytti tollflokkun á tiltekinni vöru til að gæta hagsmuna mjólkursamsölunar. Og þetta er þvert á álit tollflokkunar sem fræðinga skattsins, þvert á álit Evrópusambandsins þaðan sem var flutt, þvert á álit alþjóða tollastofnunarinnar og svo framvegis. Þetta er fyrir dómstólum í annað skipti þetta mál. Sko, myndu þið til dæmis beita ykkur fyrir því að vinda ofan af svona appaspili? Við myndum beita okkur fyrir því að vinda ofan af svona hlutum og þetta er bara í nánu tengslu við afstöðu okkar til þessar kerfisvæðingar sem hefur verið. Við vildum helst bara afnám tolla en við áttum okkur auðvitað á því að stundum er þetta mikilvægt og þurfum að hafa í huga hvers konar samfélag við erum hérna, við erum fámennt, þú veist, þetta eru hlutir sem alltaf þarf að vega og meta en gallinn er að það hefur ekki verið gert. Eina sem ég get sagt að útgangspunkturinn hjá okkur er alltaf hagsmunir neytenda. Það er stóri punkturinn og ég á bara mjög erfitt með að sjá fyrir mér nokkurn atvinnurekstur, svo ég endurtaki mig, þar með talið bændur sem ekki njóta góðs af því að hagsmunir neytenda séu settir í forgang. Þá er eitthvað ef það virkar ekki og ég þekki samtöl mín með bændur, þeir vilja sjá þetta svona. Ég meina við erum bara á fleygiferð og það er ekkert Ísland sem stýrir því, við erum í fleygiferð hér inn í veröld sem felur í þessu mjög breytta nýtingu fólks, hvernig í sambandi við mat, framleiðslu mat, neyslu á mat og annað og þarna eru bændur í farabroddi til þess að vera með í þessu og stýra þessu en í staðinn fyrir einhvern veginn að gefa þeim lausan tauminn og líta út frá hvernig styrkirnir eru ekki háðir tiltekinni framleiðslu sem einhver stjórnvöld eða eitthvað kerfi ákveður að sé maturinn sem á að framleiða þá fái þau að ráða þessu. Já, við höfum talað fyrir því að tollarnir fari niður og að það verði einmitt meira en bara beina styrki sem að það eru byggðir á byggðafestu, umhverfisvernd, loftslagsmálum og fleiru slíku og markaðurinn ráðið framleiðslunni. Þannig að þið eru þar líka. Við erum þar en við viljum samráði við bændur þessi mál og ég hef nú ekki verið, nú er ég búin að vera býsna lengi á þingi, ég er búin að vera í 8 ár og ég finn bara að bændur eru algjörlega tilbúnir í þetta samstarf, það er auðvitað ákveðin ótti í þeim, ég meina þetta er ekki einfaldur rekstur, það er ekki auðveldur í litlu, harðbýlu, strjálbýlu landi og verandi líka kljást við erlenda samkeppni á alls konar máta en ég held að þeir séu betur í stakk búnir að takast á við hana ef að þeir færa sig inn í að það sé meira samspil á milli neytenda, ekki síst ungu kynslóðarinnar og matvælaframleiðsluna þeirra. Þannig ég held að það sé engin vafi á því og þarna liggja bara gríðarleg tækifæri fyrir okkur. Við þurfum á þessu að halda, við viljum halda byggð í landinu, þetta er framtíðin okkar. Eitt sem að til dæmis þarf að gera í ríkara mæli er að láta matvælaframleiðsluna gefa henni tækifæri til að spila betur með ferðaþjónustum. Það er verið að stíga lítil skref í þá átt að leyfa bændum að selja beint frá bíli til ferðaþjónustu, alls konar framleiðslu. Þarna eigum við að vera með sóknar tækifæri og leggja svolítið vikt í þessa hluti. Það myndi gagnast bændum og það myndi sennilega eiga stóra þátt í því að dreifa ferðamönnum enn betur landið. Sko, talandi úrelt kerfi, hver er afstaða Viðreisnar til áfengislöggjafarinnar? Við höfum bent á að hún sé orðin mörgum áratugum eftir tímanum.
hún gengur sko það alltaf talað lýðheilsu, það þarf að passa lýðheilsuna en lögin ganga út frá því til dæmis að það sé enginn að selja áfengi í smásölu nema á TVR og það bara alls ekki þannig, það eru margar aðrar leiðir en af því að lögin gerir ekki ráð fyrir því þá er ekki til neina reglur. Akkurat. Lögin gerir ráð fyrir því að það séu engar áfengisauglýsingar, að það séu bannaðar og þess vegna eru engar reglur en auglýsingar eru út allt. Akkurat. Verður ekki eitthvað að fara að hrista upp í þessu? Jú, það þarf að gera það og ég vona bara virkilega að næsta þing hafi einhvern veginn, hafi það bara í sér að klára þetta. Viðreisn vill rýmka þessa löggjöf. Það er einhvern veginn alltaf lýðheilsusvarið, nei ekki breyta neinu. Þetta hefur gefist svo vel. Já, einmitt. En stóra einfalda svarið er kannski þetta að við sjáum ekki þau lýðheilsumarkmið sem eru fólkin í því að ríkið sé með einokunarstöðu í sölunni. Lýðheilsumarkmið geta felast fyrst og fremst í forvörnum og við höfum alveg dæmin alls konar aðra þætti þar sem að það hefur verið stigið stór skref í forvörnum, fræðslu, menntun og öðru slíku. Og síðan er það má alveg takast á það opnunartíma og hvaða tegund áfengis selt hvar og svona, en það þarf bara að rýmka þessa löggjöf. Það eiginlega versta sem hægt er að gera er að taka ekki á skarið og láta þetta gerast eins og þetta þróunin byrjuð núna. Þannig að þegar einhver löggjöf er orðin barns síns tíma og fylgir ekki með þróun í öðru, þá bara duglegt fólk sem tekur boltan og fer að hlaupa. Og þá missir löggjafinn bara stjórnina á hlutunum og við erum svolítið að horfa upp á það gerast núna. Ég sakna þessu oft hjá flokkum sem kenna sig við frelsi, að þetta einhvern veginn máli sem þau tala á tyllidögum, hafa kannski ekki einu sinni meirihluta innan eigin flokks til að keyra það í gegn, en þetta svona sparimálið þeirra sem þau henda fram ef þau eru á rauðatakkanum í öðrum frelsismálum. Þannig ég held að það komi bara tími til að standa við stóru orðin og klára þetta, að rýmka þetta. En það þarf náttúrulega umræðu eins og ég segi nákvæmlega aðgangsstýringun og annað og við erum með okkur í lóvalagi núna, við erum komið þessi rafrænu auðkenni í netverslunni, þetta er ekkert flókið. Nei, sko, áfengisskattar eru þeir hæstu á Íslandi í hinu vestræna heimi. Akkurat. Við æpum okkur hás þetta einu sinni 2 ára á ári og það er alveg sama við hvaða flokk við tölum. Allir greiða atkvæði með áframhaldandi hækkun á áfengissköttum. Og það er talað að það sé líka eitthvað svona lýðheilsumál. Hvernig það, erum við að ná betri árangri en Svíar sem eru með 40% lægri skatta? Þarf eitthvað að gerast þarna mögulega líka? Svari mitt og okkar í Viðreisn við þessu akkurat núna á þessum tímapunkti að þetta eru bara sömu skattur og gjöld. Ástæðan fyrir því að þessi skattur svona hár sennilega sá að hann akkurat hefur lítil lýðheilsu áhrif. Fólk borgar þetta bara hvað sem og þetta góðar og öruggar tekjur fyrir ríkissjóð. Það sennilega bara svarið. En auðvitað þetta hlutur sem þarf að skoða rétt eins og aðra skattstofna, hvar hægt að lækka. Fyrst verðum við að ná böndum á skuldastöðu ríkissjóðs og aga í ríkisfjármálin. Þú talaður að ríkið er að draga sig út úr samkeppnisrekstri og talaður bankana sérstaklega, er það eitthvað fleira? Segjum Pósturinn, Fríhöfnin, RÚV. Pósturinn var bara mjög gleðilegt að selja hann. Ég er ekki vissum að við fengjum mikið pening fyrir hann inn í ríkiskassan en það er einmitt ein tegund af rekstri og fyrir þá sem að kannski óttast þar með að póstþjónustan verði verri, þá er þetta náttúrulega algengur misskilningur. Það er alls konar þjónusta sem að ríkið sinnir ekki en setur bara með lögum og reglugerðum með skýr ákvæðum hvernig eigi að sinna. Póstþjónustan er nákvæmlega eitt af því. Ein af því, það er kannski helsta ágefni þar ef þetta er raunverulega orðið svona á tímum netsendinga og bara póstsendinga gegnum netið að það bókstaflega borgi sig ekki að sinna hinum dreifðari byggðum á annan hátt, þá myndi ríkið mögulega þurfa að koma inn í með einhverja niðurgreiðslu þar af því það er náttúrulega útgangspunkturinn, við þurfum að tryggja þjónustu til hinna fámennara og dreifðari byggða. RÚV, þarna viðurkenni ég að ég persónulega er í smá dilemmu vegna þess að mér finnst mjög mikilvægt að við höldum ríkisfjölmiðlunum inni áfram. Má minnkan
má draga úr einhver stað, má taka hana af auglýsingamarkaði. Þarf hann að vera með skemmtiþætti, spennuþætti, ameríska bíómyndir, það hlutverk ríkisins að halda því út? Nákvæmlega, og Rás 2 í útvarpinu þarf hann að vera þetta fyrirferðarmikill á auglýsingamarkaði. Ég held nefnilega að sko, spurningin rúf á auglýsingamarkaði bara vitlaus spurning. Já, hvernig spurningin? Vegna þess að sko, ef rúf svona umfangsmikið og svona alltumlíkjandi, þá í fyrsta lagi þá fá aðrir miðlar ekki rými. Akkurat. Í öðru lagi þá vilja auglýsendur vera þar sem að augun og eyrun eru. Þannig að spurningin er í rauninni bara á rúf að vera svona umfangsmikið. Já. Þitt svar er nei. Nei, við viljum fara ofan í saumana á þessu vandlega. Mér hefur hins vegar fundist umræðan, til dæmis inn á þingi, hún fer ofta snúast svona einhverja trúarbragðafræði, þú veist, þeir sem vilja RÚV bara fari, þeir sem vilja nefskatturinn fari, það er svo erfitt að mjalla þetta niður, að negla þetta niður í nákvæmlega hvað við erum að ræða, og það er ítrekað búið að reyna að koma í gegn einhvers konar frumvörpum sem taka á þessu, og þau stranda alltaf í umræðinu þetta, alveg, og styrkindin til hérna einkareknu fjölmiðla, það fer eðli málsins vegna tengist þetta tvennt. Við erum ekki einu sinni búin að ná samstöðum það hvernig við skattleggjum erlenda samfélagsmiðla risa þegar kemur að auglýsingum, því þar fer út alveg gríðarlegu peningur og nákvæmlega þetta, ef að við gerum RÚV umfangsminni þannig að þeir verða fyrirferða minni á auglýsingamarkaði, hvert fara þær auglýsingar, og í kjölfara auglýsingatekjur fara þær til þeirra sem reka Facebook og Instagram og þessar samfélagsmiðla, hvernig ætlum við að ná utan þetta? Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikið mál. Síðan eru á sama tíma, og svo umræða verður að fylgja með, af því við erum á sama tíma að sjá gríðarlegar áskoranir sem frjáls fjölmiðlum er að glíma við, ekki bara í einhverjum fjarlægum heimslutum, heldur Bandaríkin, Evrópa, nálægt okkur. Þannig að við þurfum líka að gæta þess, og þetta er orðið sem betur fer, er orðið á vettvangi til dæmis Norðurlandaráðs miklu fyrirferðarmeiri umræðu en hún var bara fyrir nokkrum árum. Hvert viljum við stefna með fjölmiðlana okkar? Þannig að aftur, mér finnst svarið við framtíð RÚV þurfa að það þarf að leita svara með því að taka þessa stóru umræðu, frekar en bara að segja hættu nefskattunum, leyfum fólk að ráða hvort það borgar og RÚV umfangsminni. Það segir bara svo ákveðin hlut á sögunni. Þannig að því miður, þú færð ekki einfaldara svar svona, því þetta er gríðarlega flókið mál. En ok, þá ætla ég að fiska eftir einföldu svar í einu máli. Þetta er nefnilega, sko, ég segi stundum að viðbrögð kerfisins, sko, í máli sem að þetta félag er búið að vera að jagast í ábyggilega meir en áratug, séu kettlingur, af því að þau eru svo lítil og loðin. Okay. En það er sem sagt hvort að ríkisstarfsmenn og þar með taldir alþingismenn eigi að fá að nota vildarpunkta frá flugfélögum í persónulega þágu. Þannig er það nefnilega, og reglum fjármálaráðuneytisins að punktarnir renni til stofnunarinnar hefur ekki verið framfylgt. Við höfum sendt forseta Alþingis mörg bréf þetta, og þá koma alltaf svona mjög lítil og lágróma svör. Er það ekki bara af því að þið eru öll í þessu? Af því að sko málið er að þetta þýðir það náttúrulega. Fyrir utan að það er óeðlilegt að opinberir starfsmenn fái sko persónuleg gæði út af eitthvað sem skattgreiðendur borguðu. Það þýðir þetta sko freistingu til að beina viðskiptum til eins flugfélags frá annan. Ég man mjög eftir þessu. Ég var framkvæmdastjóri í einingu sem að ferðast mjög mikil, átti mikil samskipti útlönd, og þetta var algjörlega galið. Þetta er galið fyrirkomulag. Þannig að já, þetta þarf að stokka upp og þessu þarf að breyta, og ég átta mig ekki alveg á hvar hnífurinn stendur í kúnni nema bara það að kerfið segir nei. En varðandi hins vegar það hvort að þingmenn séu almennt, ég treysti mig svo sem ekki til að svara fyrir þingmenn almennt, en ég hallast að því að segja að svo er ekki. Í fyrsta lagi þá er það bara eitthvað deild innan Alþingi sem útvegarflugmiða finnur hagkvæmustu flugleiðir. Ég hef í einhverju 2 tilfellum gert athugasemd þegar ég verið að ferðast bara, ég man ekki eins og að því þetta voru seint og snemmt eða eitthvað sko, og þá er því breytt, þannig að auðvitað höfum við eitthvað ákveðið loka orð, svo lengi sem kostnaðarmunurinn er ekki mjög mikill, en ég held almennt ekki að það sé þannig að þingmenn ráði þessu, bara svo þessi sagt. En þessu þarf að breyta, og
ég get ekki sagt annað en að ég hjartalega sammála þér. Ég átta mig ekki heldur á muninum og af hverju þetta ekki gert. Einhvern tíma þegar ég var í mínu fyrra lífi þá var svarið að þetta væri bara tæknilega erfitt. Ég held að það get ekki verið tæknilega erfitt því að það gerir rammasamningar við flugfélögin og ef að viðkomandi flug keypt innan þessa rammasamnings þá bara fylgja ekki vildarknútar. Það lítur að vera einhvern veginn þannig. Já. Ég bara tek hjartalega undir með þér, ég hjartalega sammála. Þá nú tíminn náttúrulega hlaupinn frá okkur eins og alltaf. Þannig að það voru bara loka spurningir sem allir fá hérna. Af hverju ættu atvinnurekendur sem eru sko hátt í 30.000 samkvæmt tölum Hagstofunnar og líklega yfir 10% kjósenda sem er með sín eigin rekstur. Af hverju ættu þeir að kjósa Viðreisn í komandi kosningum? Þessir aðilar ætti að kjósa Viðreisn að því við erum með skýra sýn og áætlun það hvernig við komum böndum á hagstjórnina til lengri og skemmri tíma og það skiptir máli fyrir atvinnurekstur að hafa fyrirsjáanleika í rekstrinum en þess að við munum einfalda kerfin, við munum gera það einfaldara fyrir atvinnurekendur að stunda sína vinnu, að búa til atvinnu, búa til tekjur fyrir hagkerfi vegna þess að þetta náttúrulega hryggjarstykkið í íslensku efnahagslífi. Þannig að ég held að sé líka óhætt að segja að við munum beita okkur fyrir því að það verði mynduð ríkisstjórn sem komi út frá miðjunni og það verði flokkar, við munum ekki mynda ríkisstjórn þannig að það sé tali bara í sætinu og við erum komin í nægilega mörg til að mynda ríkisstjórn, gerum það og situr svo í stólunum eins lengi og við getum. Það verður ekki þannig. Við munum ekki fara í ríkisstjórn nema það sé með flokkur sem hafa sameiginlega sýn með okkur hvernig við gerum þetta. Það sé stöðuleiki, það sé fyrirsjáanleiki, við aukum gegnsæi, við förum í kerfisbreytingar þar sem þeirra er þörf, af því við gerum okkur alveg grein fyrir því að það er eitt og sér að ná böndum á ríkisreksturinn með því að líta til útgjaldana, það er ekki nægilegt. Við þurfum að hafa tekjur líka og til þess að hafa tekjur þarf að vera hér öflugt atvinnulíf, við erum öll í þessu saman og við skiljum það. Anna Katrín, takk fyrir komuna í Kaffikrokkinn. Þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta. Við höldum áfram að tala við forsvarsmenn stjórnmálaflokkana hérna í Kaffikrokknum. Fylgist þið með?